Ég var nú eiginlega bara svona að testa eitthvað gamlan draum sem ég hafði átt með mér síðan ég var unglingur. Frá unga aldri hafði ég áhuga á öllu sem viðkemur mannslíkamanum og svona samskiptum bara við fólk. Og ég byrjaði á því að fara og læra íþróttakennarann. Þá hafði ég líka áhuga að læra hjúkrunarfræði, var ekki viss hvort ég ætti að velja. Og vel íþróttakennarann fram yfir þarna á þeim tíma. Maður náttúrulega getur allt sem maður langar og ég held að það spili líka inn í að þegar maður snýr svona við blaðinu að þá er þetta eitthvað sem maður langar rosalega mikið. Maður hættir ekkert í vinnu og fer að taka námslán bara svona til að tékka á hlutunum. Þannig að þetta gekk ótrúlega vel. Enda var ég að springa úr áhuga, sko. Í rauninni það sem er svona vendipunkturinn, ég fer inn á barnaspítala með dóttur mína í botnlangaskurðtöku og fæ bara svona pínu svona einhvern veginn andgift yfir mig þar, bara heyrðu, nei, jú, þetta er það sem ég ætla að demba mér út í núna. Var búin að vera kenna og þjálfa í 15 ár og skráði mig í þetta nám. Sú leið sem að hjúkrunarfræðideildar að bjóða upp á núna fyrir fólk svona sem er í svipuðum sporum og ég var í fyrir 7 árum síðan, það hefði pottþétt hjálpað og kannski hjálpað mér að taka þessa ákvörðun. Mér finnst hún nefnilega alveg frábær, þessi nýja námsleið sem er verið að kynna og þegar ég byrjaði námið hérna fyrir 3 árum, þá hugsaði ég strax, þetta er eitthvað sem þyrfti að vera komið fyrir mig og ég fór að velta fyrir mig hvort ég ætti að bíða með að byrja í náminu til þess að geta nýtt mér þessa tegund af námsleið. Með þessari leið að þá hefði ég kannski geta nýtt mér fyrra nám inn í þetta því að það er klárlega margt sem ég var að hlusta á aftur, sem ég var búin að hlusta á áður og ljúka prófi í. Og það er einmitt það sem þessi leið býður upp á að sá farangur sem maður kemur með að hann er metinn og forsenda fyrir því að maður komist að á þessari leið. Og deildin þarf að útskrifa hjúkrunarfræðinga. Þannig ég hugsaði, ég fekk ágætis upprifun í þessum áföngum, það var allir gott af því. En það var svona áköflum sem ég upplifði bara svona, það gæti kannski verið tíma sparnaður fyrir mig og deildina að meta þessa grunnáfanga sem ég hafði fengið í fyrra námi inn og vinda mig þá bara beint í þessa hjúkrunarfræði tengdu áfanga og klíníska námið. Þessi nýja leið, hún í fyrsta lagi tekur hún styttri tíma og í öðru lagi fær maður metið það sem að maður hefur lokið áður í því námi sem að maður var í og ég upplifði alveg svona endurtekningu á námsefni sem ég var búin að fara í gegnum og búin að vinna með í mínu starfi. Það hefði verið góður kostur fyrir mig að þurfi ekki að fara í gegnum það allt saman aftur. Og eins líka það að þetta skuli taka þessi rúmu 2 ár með öllu, að það hefur líka áhrif á fólk sem er búið að koma sér fyrir og hefur sína skyldur og sjá fyrir fjölskyldu og annað slíkt, að þá auðvitað, ef mann langar að breyta svona til, að þá er það augljóslega kostur að náminu sé þjappað saman. Við náum inn bara fleira fólki, við náum inn fleiri námsmönnum sem eru búnir að læra eitthvað annað en eins og þú sér, ég er 40 plus og það er aldrei of seint að læra og eða fara í nám og það er það sem er svo gaman við þetta líf. Það er nóg eftir að starfsferlinum að geta dæmt sér í þá kannski þétt 2 ára nám, þú ert með hugsjón og þú ert með passion fyrir því að sinna heilsu fólks eða eiga í góðum samskiptum við skjólstæðinga, að geta þá bara dæmt sér í þetta þétta 2 ára nám og fengi metið inn úr öðru námi. Ég finnst það bara stórkostlegt, það bara væri dásamlegt ef fleiri geta nýtt sér það. Í vinnunni þess að ég vinn á gjörgæslunni er ég að vinna með ótrúlega mörgu fólki sem hefur alls konar bakgrunn og menntun. Ég mæti alls konar sjúklingum og ekki síður aðstandendum og þar kemur einhvern veginn þessi reynsla sem ég hefur kennsluna ótrúlega góðu gagni. Maður svona þarf að vera með gott skynbragð hvernig fólki líður og hvar fólk er statt einhvern veginn og það er nákvæmlega það sem ég var alltaf að gera. Þannig að það hefur hjálpað mjög mikið en eins og ég segi, ég er algjörlega á réttri hillu.
í lífinu. Ég er mjög ánægð með það.